Nemendur í 7. bekk SB í Heiðarskóla í Reykjanesbæ afhentu fulltrúa SOS Barnaþorpa 75.000 krónur sem þau söfnuðu eftir að hafa horft á í desember öðruvísi jóladagatal sælla að gefa en þiggja. Að sögn Sóleyjar Birgisdóttur, kennara bekkjarins, voru þau mjög áhugasöm og tóku málið lengra með því að safna þessari stóru upphæð til SOS. Jóladagatali hafði svo sterk áhrif á krakkana að þau vildu hjálpa til og safna peningum á ýmsan hátt. Þau söfnuðu til dæmis flöskum og dósum og unnu létt verkefni heima fyrir þar sem foreldrar og ættingar létu þau hafa peninga fyrir. Rakel Lind Mikkelsen Hauksdóttir frá SOS Barnaþorpum kom svo í Heiðarskóla 27. janúar og tók við peningunum sem krakkarnir höfðu safnað. Og þau komu mér mikið á óvart þegar ég var búin að leggja til að þau kannski gerðu góðverk heima og fengju kannski 100 kall fyrir og svona að safna smá aur til að gefa af sér. En þeim datt eitthvað miklu meir í hug og fóru okkur að safna flöskum og selja og ýmislegt. Við tölum með SOS Barnaþorpi eru að hjálpa bara krökkum út allan heim og líka svona fjölskyldum sem eru mjög fátækar. Og eina ástæði fyrir því að SOS Barnaþorpin geta verið að hjálpa, það vegna fólks eins og ykkar. Hvernig fór þetta fram? Hvað voru það að gera? Við fórum í húsinu nafninu og setnum flöskum, bankuðum á hurðirnar og spurðum hvort þau myndu vilja gefa okkur dósa fyrir barnaþorpið. Já, og svo fórum við í dósasölu og Fengu pening? Já. Þið eru nú í svolítið betri aðstöðu heldur en krakkarnir þarna úti, þannig að þið eru að gera mikið góðverk. Já. Er ekki gaman að... Jú. Ég var líka svo mikið. Fengum 25.000. Og 75.000 í heildina sem bekkurinn að gera, það ansi mikið. Kemur sér vel þarna úti. Krakkar, afhendið Rakel peningana. Ég sinnti heimavinnunni í tjaldinu í hálft ár. Sem betur fer fengum við svo hjálp frá SOS Barnaþorpunum. Við fengum pening og mat svo við getum bjargað okkur. Svo fengum við líka að leigja hús hjá þeim. Mamma fékk hjálp við að finna sér vinnu og við börnin fengum öll að fara í skólan. Ég er glöð að nú eigum við hurð svo við getum lokað dyrunum á kvöldin og þá er ég ekki lengur hrædd. Í dag er Maja 14 ára. Fjölskyldan fær áfram stuðning frá SOS Barnaþorpunum en bráðum geta þau staðið á eigin fótum. Maja gengur enn í skóla og það er mikilvægt því að þá á hún möguleika á að mennta sig svo hún geti fengið vinnu. Mér finnst skemmtilegast að læra raungreinar en markmið mitt er að verða lögfræðingur því að þá get ég hjálpað öðrum.